Komdu sæll kæri hrútur, hér spilið þitt fyrir helgina. Helgina og kannski næstu daga þar á eftir. Sjöan í sverðum segir mér að þessa helgina þarft þú ef til vill að leggja höfuðið svolítið í bleyti til að finna bestu leiðina varðandi þín mál eða eitthvað sem að þú hefur verið að velta fyrir þér. Þetta er svona spil sem að talar kænsku, það að svona kunna að snúa sér framhjá hlutum, finna betri leið, verða sér út betri verkfæri, skulum við segja. Þannig að eitthvað ertu að bralla kæri hrútur og ert að spá í svona hvernig þú getur gert á sem bestan hátt. Ef til vill ertu bara hreinlega komin í jólaskapið og ert að kaupa jólagjafir og ert að velta fyrir þér hvernig þú að fara að því án þess að þeir sem þú ert að kaupa fyrir eða handa komist að því. Það er að segja að þú ert að pukrast eitthvað með jólagjafirnar. En ég skal ekki segja, það er ekki allir konir í jólaskap. Þetta er ef til vill bara spurning tíma. Þú ert að reyna að finna út hvernig þú getur varið tíma einum á sem bestan hátt og nýtt hann sem best helgina. Hjá mörgum er bæði nóvember og desember svona, hvað ég var að segja, annarsamir mánuðir. Skuggahliðin á þessu spili er hins vegar svo að ef að þetta ert ekki þú sjálfur, kæri hrútur, að þá sé hér einhver sem er að reyna að beita þig einhvers konar brögðum. Það er að segja að reyna að komast fram hjá þér án þess að þú takir eftir eða sjáir eitthvað. Eða reyna svona að svíkja þig á einhvern hátt. Og ég segi svíkja í gæsalöppum. Vonandi er enginn að fremja hérna einhvern glæp eða gera einhverja stórkostlegar glóríur. En þetta er svona það að vera kætt getur líka farið út í það að verða undirförull. Þannig að ef þú hefur einhverja mannesku ef til vill í huga sem þið finnst þú þurfir að passa þig á, þá veistu af því að þú ert að til vill betur í stakk búin til að takast á við það. En við skulum nú ekki mála neitt skrattan á vegginn samt. Mér finnst orkan í þessu spili vera frekar á hinn veginn eins og ég sagði hérna fyrst. Að þú ert að reyna svona að smjúga í gegnum einhverjar rifur og koma hlutunum fyrir á sem bestan hátt. Það er hérna líka smá undirbúningur fyrir framtíðina. Einhverjir ykkar kæru hrútar eru ef til vill undirbúa ferðalög og þetta er spurning hverju skal fórna og hvað á að taka með. Það getur orðið erfitt þegar að upp er staðið. Þið finnum nú út úr því, kæru hrútar, með krafti ykkar og dugnaði. Reynið að velta þessu ekki of mikið fyrir ykkur. Þetta er bara orka sem er í gangi helgina hjá þessu stjörnumerki og það fyrir alveg eftir því hvernig þið takja á móti henni og hvernig þið vinnið úr henni, hver árangurinn verður. Ég var að tala hérna í öðru merki fallega jóla
kærleika sem að ég finn fyrir, sem að koma inn núna til okkar allra. Þessi mikli kærleikur sem að smýgur inn í hjörtun á fólki. Hann að ná til ykkar líka, kæri hrútur, eins og okkar allra. Þannig að hvað sem þú ert að fara að gera næstu daga, hafðu jólaandann með í verki, skulum við segja. Þá segi ég bara góða helgi, ljós og kærleikur.